pabbi sagði þessar bara að elta sig. Hann getur talað við kindurnar. Vertu góði drengur, sæll vertu, sælir verið þér og verið þér. Það hefur oft verið rætt í aksjónum, hörður. Að þú sért góður sjúkraþjálfari. Já, ég bara veit allt það. Ég einn besti sjúkraþjálfari landsins og hef verið í mörg ár. Já, en það fara nú ekki jafn margar sögur af því hversu góður læknir þú ert. Nei. Eigum við ekki að kíkja nánar á það? Jú, förum þangað. Nei, góðan og blessaðan daginn hér. Við erum hérna staddir í Kjarrhólmanum og erum að hefja nýja vinnuviku. Nema gengur heldur brösulega að byrja vegna þess að Þorsteinn hálf slappur. Bara, ég ætla að giska á hann sé bara deyr úr þingu eftir helgina. Ég býr nú svo vel að ég á fulla hillu hérna af meðali. Og það eitt meðal sem á að fara mjög vel í maður og fólki. Jagermeister. Jæja Þorsteinn, hvernig líst þér á þetta að fá þér svona... Maður heit Jager, svona í morgunsvari. Já. Það svolítið skrítið. Það svolítið skrítið. Ég neita því ekki að mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Þetta svona öðruvísi morgun svolítið. Það liggur við að ég fá mér einn með þér. Þá þetta þrjóksverið skrítið. Þá þetta mjög skrítið. Við varum svolítið að skála þetta í Jagermeister bara á mánudagsmorgni klukkan 9. Það var eitt sem ég var að fatta núna, hörður. Ég að lesa hérna aftan á flöskuna. Þetta Surf Ice Cold. Þetta ekki ískalt. Nei. Við verðum að hætta við þetta. Við getum ekki farið að bjóða upp á Volkan Jager í morgunsvari. Nó til. Okkur var ekki borgað. Nei. Á Jagermeister. En ef að sölustjóri Jagermeister að horfa, þá erum við alveg til í spons, sko. Já, þetta alveg drullu gott. Já. Þó að okkur sé alls ekki borgað fyrir að segja þetta. Þetta best í börn. Salút. Ói, hvað þetta skrítið. Var ekki skrítið kaffisopi líka eftir þetta? Jú, þetta var ógeðslegt. Sjá hvernig maginn verður samt. Já, ég vona þetta skáni. Takk fyrir mig. Þess má nú geta að ég lagaðist alveg helling í maganum eftir þetta Jager-tricks þarna hjá honum Herði. Hann mikill læknir og góður maður. En daginn þá gerði okkur nýtt hljóðver út af það var svo mikið vesen alltaf að setja upp þessa dínu á þvottagrindina. Kíkja eins á það. Þú ert eitthvað sexy þarna í rúminu? Já, ég að fara að taka voiceover. Já, þú ert að fara að taka voiceover. Já. Og þarna ertu komin, nú búið að færa svínadínuna inn í sér herbergi. Við erum komin með sér hljóð upptöku herbergi. Það einmitt skemmtilegt frá því að segja. Fyrir ykkur sem að sáuð fyrsta vloggið okkar, þá vorum við að taka voiceover og þá settum við upp upptöku klefa þar sem að við, vorum með eitthvað þvottagrind og til að gera langa sögu stutta. Þá tók það mann alveg örugglega svona 20 mínútur að setja upp svínadínuna eða upptöku klefan okkar þá. Núna Þá tekur það bara svona hálfa mínútu að skríða hérna inn. og ef einhver þarf að nota þetta rúm til þess að sofa í, Þá getur hann bara sofið úti. þetta hérna upptöku herbergið okkar. Þetta búið að breytast úr svínadínunni yfir í svínaherbergið. Veit ekki alveg hvernig það meikar sens en þetta svínaherbergið. Nú ég til dæmis inni í svínadínunni og þið heyrið það hvað röddin mín sexy. Það má segja að ég sé með rödd á við Brodda Broddason, fréttamann. En þegar ég kem hérna út úr svínadínunni, þá heyrið þið hvað bergmálar mikið. Það glymur svo hérna í herberginu, sko. En svo fer ég aftur inn, verst það svolítið mikið myrkur alltaf þegar ég er inni. Þannig að þið sjáum mig kannski ekki en þið heyrið nú vel í mér. Það má nú aldrei segja, það allt svo dempað hérna inni. Eins og norrlendingarnir segja. Sængin dattaðist niður þannig að sandið Já. hefur ekki alveg verið upp á eins marga fiska og venjulega. Það þarf aðeins að laga þetta svo þetta sé upp á fleiri fiskara.